Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum sem senn á enda. En þau eru komin til mín hérna, Rán Ringsteð og Stefán Elí, tónlistarfólk. Velkomin. Takk fyrir það. Þið eru bæði svona smá tímamótum. Þú að klára söngnám og þú að klára skapandi tónlist í tónlistarskólanum. Já, nýju brautina. Akkurat. Og til hamingju með það. Takk hérlega fyrir það. Og hvernig líður ykkur? Þú byrjar á? Bara ógeðslega vel. Rosa fegin að búin að... Pínu fegin, pínu leiðilegt, búin að vera þarna í 6,5 ár, ótrúlega skrítið að segja bless, en bara kom tíma á það held ég. Í söngnámi. En Stefán Elí, hvað ert þú búin að vera lengi hérna? Ég er búin að vera núna í 3 ár á nýju brautinni í tónlistarskólanum, eða sem núna orðin 30 ára, sem heitir skapandi tónlist. Og ég var í svona, hvað kallar maður þetta, naggrísa hópnum í þessu tilraunastarfsemi og þegar ég var í fyrsta árgangnum sko. Þannig að þetta er fyrsta skipti sem að einhverjir útskrifast að þessari braut með þá útskrifast af framhaldsbraut í skapandi tónlist frá tónlistarskólanum. Hafið þið haft einhverjar áhrif á svona þetta nám? Hafið þið getað svona komið með svona ábendingar eitthvað? Algjörlega, sko. Þetta er náttúrulega, eins og ég segi, þá fer þetta bara af stað fyrsta ár og bara hérna kemur ákveðin hópur inn í það og við bara sjáum hvað skeður, pínu svona tilfinningin, sko. Þar liggur áhuginn og... Já, þannig að maður hefur mjög mikið val í þessu sjálfur hvað maður vinnur og það er svona stórt tónlistaverkefni sem allir í raun bara ákveða sjálfur hvað það er. Og mín voru til dæmis að gefa út plötu eða ég var þarna einn veturinn að gefa út lag hverjum mánuði og alls kyns þannig sko. Þannig að maður hefur mjög mikið val og getur valið, þú veist, hvaða kennara maður vill vera með, vill fara í þessa hóptíma eða þessa, vill taka báða eða hvað. Mikið frelsi. Það er mikið frelsi, mikið sko. Val, sem að mér finnst alveg krúsjál í svona skapandi, þú veist, þetta heitir skapandi leiðin. Þannig að þá vonandi er maður með pínu skapandi frelsi í því sjálfur. En þú varst byrjuð í þínu söngnámi þegar þessi braut dúkkaði upp. Hvarflaði einhvern tímann að þér að stökkva borð í þá átt eða? Sko, það hefur alveg, já það hefur hvarflað mér, en ég var komin svo langt í mínu og mér fannst þetta svo skemmtilegt, mér langaði að klára það sem ég var að gera, en það voru mjög margir sem voru á minni braut sem hurfu hérna yfir til þeirra. Þegar þetta byrjaði það þyngdist smá í hópnum, en það var fínt, við vorum alltaf í góðu sambandi. Og svo einhver svona samstarf, það er einhver snertifletir og þið til dæmis ætlaði að enda þáttinn hérna eftir og taka lagið. Algjörlega. Sem að þið, hvað, sömdu saman? Já, þetta var lag sem við sömdum saman núna fyrir 1,5 ári eða svo. Þannig að það var komin tíma á að semja nýtt saman líka. En svo við höfum eitthvað komið fram saman. Og svo þetta bara til að snerta örlítið á þessu samstarfi, þá er alveg mjög mikill stuðningur milli deildana. Já, það er ekki rígur, það er alls ekki. Ást og samvinna. Það er ást og samvinna og þegar einhver heldur tónleika þá kemur hellingur, þú veist, frá öllum deildum og ofta spila saman og alls kyns, sko. Og svo það voru einhverjir hóptímar, var það ekki, sem að þetta var svona eitthvað blandaðist. Jú, akkurat. Það voru hóptímar sem við gátum tekið, sem þau gátu líka tekið. Og hvað tekur svo við hjá ykkur svona tónlistarlega? Bæði útskrifuð úr þessu, þið með eitthvað plön eða er allt galopið? Sko, ég er alveg tóm. Ég fór til Danmerkur í haust og kláraði diplómunám þar í Complete Vocal Institute og það var ógeðslega gaman og ég er alltaf smá svona, þú veist, að sækja í það aftur. En ég veit ekki hvort það gerir strax en ég stefna á að læra eitthvað meira allavega í tónlist. Já, mín sýn núna er bara að halda áfram eins og ég hef verið að gera, bara semja, gefa út, spila á fullu og bara halda áfram að stækka það, vinna í því og svo ætla ég að flytja út núna eins fljótt og ég get eftir sumarið, það verður bara eiginlega komið í ljós nákvæmlega hvenær það verður í boði. En já, hugmyndin er að fara einhvert handan landsins í haust ef það er hægt, eða þá vetur. Þú veist, eitthvað byrjaði að þvælast, er það ekki svona heimsreisur og svona? Ég byrjaði að þvælast, sko. Ég fór til Tæland núna í desember og þá einhvern veginn sá ég svona, ok, ég geti bara verið hér. Þannig ég er svona pínu að hugsa að bara kíkja þangað, allavega kannski ferðast eitthvað fyrst, skoða hvað mér líst best á. Og þá sé ég bara fyrir mér að taka gítar og mikrofón og tölvuna og bara sitja á einhverju sólarströnd að semja tónlist og það hljómar ekki illa. Nei, alls ekki. Getur þú séð eitthvað svona fyrir þér?
Já, örugglega. Syngja bara út allt einhvern veginn. Já, alveg, ég alveg frjáls sko, ég ekki með neitt fast sko, ég alveg... En þið eru hér í sumar eða hvað? Ætlaðu að vera hér í sumar? Já. Í einhverju venjulegri vinnu eða? Sko, ég veit það ekki. Það er alltaf svo mikill óvissu. Ég ætlaði að flytja til Bretland í sumar en það náttúrulega COVID var. Já. Það er alls konar strik í reikningi. Já, þannig að þetta bara svona go with the flow dæmi held ég bara. Já, ég var svo heppinn og styrk frá Akureyrarbæ fyrir sumarið til þess að bara sinna tónlistinu og koma fram. Frábært. Sem að ég bara ótrúlega þakkláttur fyrir, þannig að það sem ég bara gerir í sumar bara sama, sko, að semja og taka upp og spila á fullu. Frábært til hamingju með það. Þannig að við sjáum þið á hverju götuhorni og öllum viðburðum. Engin spurning. Það er frábært. Þú kemst ekki handan, ég verð alltaf viðbúinn að spila. Þið ætlaði að enda þáttinn með lagi sem að heitir hvað? Lagið heitir Hoping That You're Lonely. Já. Sem við söndum saman. En við vonum samt að enginn sé einmanna? Nei, ég hef verið að spá í að hvort maður eigi eitthvað að endurhugsa texta. Nei, var þetta ekki bara þannig? En þetta er bara tilfinningin í þessu mómenti sem það var samið. Algjörlega, sko. Já. Það þarf ekki að ritskoða það. Nei. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og takk fyrir að syngja fyrir okkur í lokin. Takk fyrir Stefán Elí og Rán Ringsteð og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir það, María, takk. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt, fáum lag með upprennandi stjórnum Akureyrar. Takk fyrir að horfa, sjáumst aftur að vikuliðin og verðið sæl. Við viljum hvetja alla til þess að mæta á Ráðhústorg klukkan 2 á sunnudaginn til þess að fara á Black Lives Matter viðburðinn. En annars gjörið svo vel. Selfish. I'm hoping that you're lonely, 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 so I can know I'm not the only one. I'm hoping that you're lonely, 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 so you might maybe want me holding on. Ooh, oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. You're lonely, 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 so I can know I'm not the only one. I'm hoping that you're lonely, 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 so you might maybe want me holding on. Ooh, oh, 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 oh.